Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Til mín kominn Austfirðingur ársins, hvorki meira né minna, Steinar Gunnarsson, velkominn. Þakka þér fyrir. Þú ert Austfirðingur en býrð á Sauðárkróki. Já, ég er svona skagfirskur Austfirðingur, austfirskur skagfirðingur. Er það ekki góð blanda? Það er bara frábær blanda. Þú ert lögreglumaður. Já. En svo eru hundar rosa svona kannski stór partur af þínu lífi. Já. Ef við bökkum aðeins bara hvaðan kviknaði þessi áhugi á hundum, getur þú útskýrt aðeins upphafið? Það var eiginlega bara alla tíð held ég sem hefur verið handur á hundum. Já. Ég sagði nú sögu daginn hann að situr svo í svona sálinni þar sem þessi mann svona, þar sem ég fekk sjálfstraustið og svona já, þetta er bara hugsanlega mitt hundamálin. Það var þegar ég var á Egilsstöðum í Fljótsdal. Já. Það sem að Það sem óbyggðasetrið er núna? Óbyggðasetrið er núna. Já. Og þar bjuggu sér systkini ömmu minnar. 7 saman eða eitthvað? Jú, þau bjuggu þarna mörg saman og þarna var yndislegt að koma, yndislegt að vera. Og þú varst þarna gestur á hverju sumri? Já, yndislegt fólk. Og þarna var ömmu systir mín, ég heit Guðfinna Gunnarsdóttir, kölluð Guffa. Hún synti hundunum mikið. Voru margir hundur? Já, fullt af hundum eins og gengur að gerist á svona sveitabæjum. Svona einhverjir blendingar eða? Já, örugglega öllum, eins og var á Íslandi á þeim tíma. Það var þetta oft kallað skotar, þá var það blandur af skoskum fjárhundum og íslenska fjárhundunum. Og svo örugglega bara, svona allskis koktelar. En hún var afskaplega næm á skepnur og ég fylgdi henni oft þessari gömlu konu og var hændur að henni, hún var mjög góð við mig alltaf. Og ég man alltaf, hún sagði einu sinni þegar við vorum að sýsla við hundana, og sagði við mig að þarna er þín framtíð, þarna hefur þú einhverja tengingu. Magna. Og þetta bjó sig svona í barnsálinni, Og var kannski svolítið til þess að þú vorst að gera það sem varst að gera? Ég held að ég stóla þátt í því. Hugsaðu hvað orð geta haft mikil áhrif. Alveg rosalega. Það sem þú segir við krakka á réttum tíma, á réttum stað, það getur bara... Og hvatning. Já. Alveg magna. Því að þú ert bara yfir lögregluhundaþjálfari landsins, ekki satt? Jú, það má segja það, kannski einn af þeim. Já. Við fengum þetta verkefni Lögreglan Norðurlandi vestra. Já. Dómsmálaráðherra fól okkur þetta verkefni á síðasta ári. Að reisa þetta hundarstaf lögreglunar aftur upp á fæturnar. Já, og hafði það dalað eitthvað? Þetta hafði verið í hálfgerðum ólestri einhver 5 ár. Já. En við hefum hafið standa bara og spennandi tímar framöndan. Eru þið þá að rækta hunda alveg frá bara goti? Nei, hvernig virkar þetta? Nei, við erum ekki mikið að rækta hunda. Hins vegar höfum við aðeins fengist við það. En nei, við sérhæfum ykkur frekar að þjálfuninni og... Fáið þið þá bara hundar sem þykja efnilegir? Já, við keyptum hérna hunda heima og eins fluttinn hunda. Það er kannski sem við horfum svolítið í núna að flytja inn bara efnilega svona unga hunda. Er þetta alltaf ákveðni tegund eða bara alls konar? Þetta er alla tegundir. Þetta er svona algengast, kannski labrador, springer spaniel, þýskir, fjárhundar. Og fá þeir misjöfn verkefni eftir eiginleikum? Já, maður segja, þessi fuglahundarnir, þeir eru náttúrulega mikið notaðir þessi leitarhundar víða um heiminn og það var reynst okkur ákaflega vel. Já. Og leita að fíkniefnum? Fíkniefnum, sprengiefnum, öllu mögulegu bara. Það er að kenna þeim að leita bara öllu. Ekki samt snjóflóð, hundar eru ekkert notaðir í að leita fólk í snjóflóð? Jú. Ég byrjaði nú þar á þessum tíma, fyrir ykkur 30 ár, krakki bara. Þá einmitt, og var í björgunarsveitunum einhver 20 ár með björgunarsveitahunda. Hvernig þjálfar maður hundi að leita að manneskju í snjóflóði? Það er svo sem ekki flókið í grunninn. Þefaðu bara þessari flík og fynda hana? Nei, þetta er svolítið svona prósess, alveg eins og með fíkniefni. Hundi er ekkert eðlislegt að finna fíkniefni. Það fyrir enginn hundur bara út og finna fíkniefni. Þið þurfa alltaf að vera að kynna fíkniefnin fyrir hundinum, eða? Já, við erum að skilja það. Já. Og meira sér að það eru hundar sem, þið voru að tala um krabbamein hérna. Já. Það eru hundar sem eru þjálfaðir til að finna krabbamein. Nei. Jú. Og í sínum. Vá. Og ég starfaði með konu út í... En býtu, er það ekki hægt að gera í einhverjum rannsóknarstofum? Þarf hunda í það?
Jú, auðvitað er það gert í rannsóknarstofu, sjálfsögðu, en hundar hafa verið þjálfaðir og meiri segja rottur líka. Og ég veit, eins og ég var að byrja að segja það, ég starfaði með konu í verkefni út í Rúmeníu fyrir nokkrum árum. Það var tengt hundaþjálfun. Kona hérna er ansi þekkt í þessum bransa. Hún var í Darfúr og þjálfaði og þar þjálfuðu rottur og hunda, eða skilyrt í rauninni, til að finna berkla í sínum, munnvatn sínum. Hvað ert að segja? Já. Vegna þess að það er svo dýrt þessi venjulegi prósess, þessar rannsóknir, sem gera þetta ekki síður vel. En þetta þótti ódýrara, þetta er svo mikið sem rennur þetta í gegn og það var að skila góðum árangri. Þetta er ótrúlegt. Eins og með krabbameins og svona. Þetta, sko, nef hundsins og skilningaviti eru svo miklu öflugri heldur en að við kannski gerum okkur grein fyrir og vitum hreinlega í dag. Það er endalausar rannsóknir í gangi. Og alltaf eitthvað nýtt að koma í ljós. Maður sér það bara sjálfur, sko. Eftir sem maður læri meira og á að vera færari, þá maður áttar maður sig betur á hvað maður veit lítið. Verður bara gapandi hissa. Já. En þarna á Egilsstöðum, þegar þú varst lítill strákur, þá varstu ekkert endilega kannski að reyna að þjálfa hundan, varstu bara svona að leika þeim með þeim eða hvað, varstu strax farin að reyna að kenna þeim eitthvað? Nei, það var bara nærveran og tengingin og tengingin við dýrin. Ég held bara að börn og dýr, þú veist, ég sé það svo oft, börn og tengingu við dýr. Það er svo rosalega dýrmætt tengsl. Dýrmætt reynsla að búa að, einhvern veginn og geta yfirfært kannski þá á allt í lífinu. Og líka, þar held ég að þú veist, tröst. Þú getur alltaf treyst dýrinu. Þú getur sagt dýrinu þínu frá öllu þínu lindum, aldrei fara að kjafta frá. En þarna á Sauðárkróki, hvað er þetta umfangsmikið starf? Hvað eru margir hundar að vinna fyrir lögregluna? Veistu það? Í dag er þetta ekki umfangsmikið. Nei. Í dag erum við svona bara að fara af stað. Og vonandi í framtíðinni verður þetta umfangsmikið. Er svona bara beðið eftir sko að hundarnir komi, vantar hunda alveg? Það vantar hunda og það vantar hunda og svo við erum að byrja nám, það er að byrja nýtt nám núna í endan febrúar. Sem að verður fram á sumar fyrir umsjónarmenn lögregluhunda og hunda. Og þannig vonandi í upphafi sumars þá kemur inn einhver góður hópur af öflugum teymum. Já, þá er það að þjálfa fólkið í að sjá hundana og svo kannski dreifist það út landið og einhverjir hundar fylgja með? Þetta er hundur og maður sem koma saman í þetta nám. Það er bara að para saman? Já, parið útskrifast svo. Vá! Og svo eru þau bara klárir í sumari. Magna. Já, akkurat. Þetta er draumastarfið. Já, er það ekki? Jú. Og var þetta óvænt að þú skildi geta tengt hundana við lögustarfið? Eða var það þess vegna sem þú valdir lögguna? Þú vissir að getur unni með hund? Nei, þetta er einhvern veginn örlögin eða forlögin einhvern veginn sem spennur þetta þessa leið. Maður veit ekki hvað veldur henn. En svo varst að gefa, er það ekki, eitt stykki þjálfaðan lögregluhund austur? Jú. Segðu okkur hans frá því. Heyrðu, jú, ég og við, fjölskyldan, það var tíkin okkar, gamla tíkin okkar sem er nú annáluð lögregluhundur og búin að fara að gera viðreist. Hún er komin á efri ár, þannig að við héldum henni, þannig að hún átti 4 hvolpa og einn af þeim fór austur. Þá var hann orðinn komin vel á 3. ár. Og búin að fá smá þjálfun? Já, mikla þjálfun. Mikla þjálfun. Yndislegur hundur. Og ég veit ekki, ég er náttúrulega rann upp í löggunni fyrir austan. Og á þar sterkar tengingar og hefur náttúrulega sterkar taugar austur. Já, Austfirðingurinn sjálfur. Austfirðingur ársins. Austfirðingur ársins, ekki síst. Fengið smá heiður. Áttirðu von á þessu? Nei, ég átti sko ekki von á þessu. Ég bara einhvern veginn misti svona bara andan þegar ég sá þetta. Ég held fyrst að vera að gera grín af mér sko. Það var náður nær. Já, gaman. En já, ég einhvern veginn bara, mér rann blóðið til skyldunar og það var ég hef alltaf ætlað að gefa hund austur. Hefur engin hundur verið þar eða? Jú, ég var með hundar á sínum tíma. Já. Og svo var tollgæsla með hund og það er búið að vera hundlaust núna, býsna lengi. Já. En hver þá sér hann? Varstu búin að þjálfa þá saman eitthvað? Já, sko, nú er kona komin með hann sem heitir Snjólaug. Hún er með þennan hund sem heitir Bylur. Og þau að byrja núna sitt nám. Já, koma í þetta nám sem þú varst að segja frá. Já, þetta er þau nú eitthvað byrjuð að leika sér fyrir austan og þetta lítur mjög vel út.
Það hljómar ákaflega spennandi. Það var nú gaman að skyggnast inn í svona hundaþjálfunarnám, einhvern veginn. Þetta er gaman. Er þetta bara hverjum degi eitthvað skilyrðisæfingar? Já. Alltaf eitthvað. Alltaf eitthvað. Hvað getið þið tekið marga nemendur? Á námskeiði? Já. Eða námið? Já. Við tökum helst ekki fleiri en svona 6 í einu. Nei. Það er að vera svolítið nákvæmt. Já. Og þetta skiptnir í 4 lótur og ég sérst að kenna þarna, þá koma kennarar víða af. Já. Og koma kennarar frá Breitlandi, frá lögregluskóla, hundaskóla Metropolta lögreglu í London. Wow. Og svo fáum við prófdómara frá þeim líka í lok námskeiðs, eða náms. Þannig að þetta er margir sem kom að. Það útskrifast allir hundar og lögreglumenn með einkunn. Já. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja frá þessu og til hamingju með titilinn Austfirðingur ársins. Takk kærlega og bara bestu kveðjur og þakkir austur fyrir heiðuri. Gaman að fá þig í þáttinn. Takk. Og þannig ætlum við að enda þennan föstudagsþátt. Kærar þakkir fyrir að horfa, sjáumst að viku liðinni. Við endum með lagi frá Tríó. Það eru þær Regína Ósk, Margrét Eir og Guðrún Gunnars og Einar Þór leikur undir á gítar. Verið sæl. To know him is to love him. Just to see him smile makes my life worthwhile. To know him is to love him, and I do. Says there'll come a day when I walk alongside of him. Yes, just to know him is to love him, and I do. Why can he see? How blank can he be? Someday he'll see that he was meant for me. Oh, to know him is to love him. Just to see him smile makes my life worthwhile. To know him is to love him, and I do, and I do.